forseti. Ég ætla aðeins að ræða hérna lög númer 151/2010, gengislánalögin sem voru jólagjöf þingsins til heimilanna. Nú fólk að fá endurútreikning á lánum sínum og það ekki allir eins glaðir eins og ég hélt að þingheimur hafi gert ráð fyrir. Hér ég til dæmis með endurútreikning á láni sem var tekið árið 2006 mitt ár. Lánið var greiðslubyrðin sem sagt samkvæmt áætlun var 132.000 á mánuði en nú komin eftir endurútreikning í 301.000. Þetta sem sagt 128% hækkun og þetta mun meiri hækkun en áður en að lánið var leiðrétt. Þá var afborgunin bara 245.000. Þetta finnst mér algjörlega ótækt. Umboðsmaður skuldara og starfsmenn hans komu á fund tveggja þingnefnda síðastliðinn föstudag og í máli þeirra kom fram að lögfræðingar þeirra teldu lögin stangast á við neytendalöggjöf ESB sem lá fyrir áður en lögin voru samþykkt og væru þar með samningsbrot á EES-samningnum. Einnig að þau brytu í bága við eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar og stönguðust á við mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Þetta nú vönduð löggjöf, jólagjöf þingsins til heimilanna. Ég tók hérna með mér samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Það fínn og flottur kafli mannréttindi. Ég ætla aðeins með leyfi forseta að grípa niður í hann. Mannréttindasamningar sem Ísland hefur undirritað og fullgilt verða leiddir í lög ásamt því að gerð verði áætlun í mannréttindamálum að norrænni fyrirmynd. Mannréttindafræðsla efld á öllum skólastigum. Mig langar að biðja þá þingmenn sem samþykktu þessi lög að hugsa sinn gang.